Frá Þorrablóti förum við til Sandgerðis og kíkjum inn í skáldaskáp. Það nýtt verkefni og hugar fóstur myndlistarkonunnar Gunnhildar Þórðardóttur sem hún hefur sett af stað og snýrað ljóðagerð, vísum, kvæðum og að efla skapandi skrif. Við hittum hana á bókasafninu í Sandgerði. Gunnhildur, skáldaskapur, hvaða skápur er það? Já, skáldaskapur er færanlegt svona ljóðaverkefni sem að ég byrjaði í bókasafni Reykjanesbæjar á degi íslenskrar tungu síðasta ári, 16. nóvember. Og þetta er búið að vera svona hugmynd hjá mér í mörg ár sem ég ákvað síðan bara hrinda í framkvæmd 1, 2 og 10 og ég vildi sem sagt, með þessi verkefni kynna bæði ljóðskáld eða líka skáld sem að skrifa örsögur eða eitthvað, smásögur og ýmislegt og sem sagt, fólk á Suðurnesjum sem hefur verið að skrifa. Ég vildi kynna þau og fá þau svona fram og þess vegna ákveði að kalla þetta skáldaskáp og þetta er svona orðaleikur þar sem að það er bæði skáldskapur og svo skáld að koma út úr skápnum. Það var svona hugmyndin. Og hvernig gengur að ná skáldunum út úr skápnum? Það gengur furðu vel. Ég hef fengið miklar viðtökur og ég er bara með e-mailadressu á Gmail, skáldaskapur@gmail.com og svo á Facebook og ég hef fengið mjög góð viðbrögð og ýmislegt bara margt, allt mjög skemmtilegt sem fólk er að senda mér, bæði smásögur, örsögur og ljóð. Þannig að já, bara mjög fín viðbrögð. Já, en ljóðið, hvernig er staðan á ljóðinu og þér? Hvernig stendur á því að þú hefur svona mikinn áhuga á þessu? Já, ég hef bara verið að skrifa ljóð, alveg frá því að ég gat byrjað að skrifa. Bara þú veist, ég var 6-7 ára og byrjaði að skrifa minn fyrstu ljóð og ég hafði bara eitthvað ofurtrú á sjálfur mér. En ég gaf ekkert út fyrir árið 2013 og þá nefndi ég ekki lengur að vera skúfuskáld eða ungt skáld og vildi bara koma því frá mér og svo hef ég bara verið að gefa út bækur eftir það í kjölfarið. Og unnið til verðlauna, núna nýlega, ljóðaverðlaunin Ljósberinn. Já. Hvað getur sagt okkur um það? Það var mjög ánægilegt. Ég sá þetta bara auglýst og hendi inn nokkrum ljóðum og það kom mér mjög óvart. Það var mjög gaman, ánægilegt að fá það. Og svo varstu með bók núna? Já. Á haustum og fyrir jólin, eða ekki? Einmitt. Það var svona rómantísk ljóðabók, svona ástin á landinu og ástin á manninum og ýmislegt. Hvað eru helstu viðfangsefnin hjá þér í ljóðum? Já, það fer nú bara eftir hvernig ég er upplögð, sko. Ég er stundum að kannski með einhverja pólitík en yfirleitt er þetta svona eitthvað rómantískt eða einhverja lýsingar og eitthvað sem já, það er kannski bara fer eftir hvernig ég er upplögð. En ertu með, símaðin eða ertu með minnisbók og ertu að skrifa alltaf sem kemur? Já, ég er svolítið gamaldags. Ég er alltaf með litla minnisbók og skrifa það þannig. Þannig að já. En í viðtali í haust við Víkur þá varst að segja að þegar þú varst unglingur hafi ljóðin hjálpað þér í svona, hvað ég að segja, tilfinningaróti, sagði þér. Já, algjörlega. Ég held þetta sé bara almennt rosalega gott að skrifa niður þó þú viljir ekkert endilega deila því með fólki. En svo er náttúrulega bara afbragð ef þú vilt deila því með fólki og þau finna þig sig í þínum skrifum. En ég held að þetta sé bara hollt fyrir alla að skrifa niður hvernig manni líður. Og nú er náttúrulega alltaf verið að tala að maður á að vera að tjá sig, maður á ekki að halda sig niðri eða maður á frekar að tjá sig hvernig manni líður og þá held ég að fólki bara líði yfirleitt betur. En þú ert listræn, þú ert að teikna með ljóðunum þínum líka, ekki? Jú, ég er náttúrulega fyrst og fremst myndlistarmaður og starfa sem slík þó ég starfa sem kennari líka. Og ég er náttúrulega alltaf að teikna og skissa eða vinna einhverju listaverkum fyrir einhverju sýningar. Og fer það vel saman? Mjög vel. Þetta er mjög eðlislegt mér að vera bæði að skrifa og skapa einhver verk með. Og ég segi líka alltaf að ljóðið er ekki dautt, eins og margir segja að málverkið sé dautt. Það var langt í frá að hvorki málverkið né ljóðið er dautt, sko. Þrátt fyrir tíma samfélagsmiðla og tíma tækniðinnar, þá stenst þetta tímans tönn. Þá lifir ljóðið? Já, það lifir ljóðið. Svona, eru það viðbrögðin sem þú ert að fá út í samfélaginu að
að þó að séu allir í símanum og á samfélagsmiðlum þá lifir þetta? Já. Alveg sem með bókina? Alveg sem með bókina, algjörlega. Við höfum áhuga á hvað fólk er að gera og hvað það hefur að segja. Og fólk hefur sérstaklega áhuga á sögum. Og þetta eru sögur líka, ljóðin. Hefur þið tilfinningu fyrir því að unga fólkið í skólunum í dag, þú veist, er það að læra ljóð heima? Nú er Frost á Fróni og öll þessi gömlu söngvar og lög. Er það ennþá að læra svona lag utan að eins og ég ger ekki alveg það? Já, einmitt. Er það búið nei, það er bara, ég held að sé bara svona örfáir kennarar sem að gera þetta ennþá. Og þetta er svo góð leið fyrir börn að læra að tjá sig og koma fram, að lesa ljóð fyrir framan bekkinn og túlka þau líka, því þetta er svona eitthvað svona leikræn tjáning í leiðinni. Þá er þetta hvorutveggja mjög heilbrigt. Og fer vel með tungumálinu? Og fer vel með tungumáli, algjörlega, og vekur áhuga nemenda á málinu. Nei, þetta er svona hjálpar öllum að vera skapandi í rauninni að semja ljóð eða lesa ljóð. Algjörlega. Þannig að þú ert á því að ljóðið eigi alveg góða framtíð fyrir sér. Já, og núna bara á síðasta ári það hafa aldrei komið jafn margar ljóðabækur fram. Það hafa aldrei verið prentar jafn margar ljóðabækur á Íslandi á síðasta ári. Í þessum skáldaskáp lasin 22 ára Helena Rós Gunnarsdóttir Keflavíkurmær upp ljóð sem hún hefur samið. Við spurðum hana út í ljóðagerðina. Það er í rauninni bara þannig að ég skrifa alltaf á hverjum degi í dagbók og svo skrifa ég kannski fleiri texta og ljóð. Hvernig gerist þetta? Er þetta búið að fylgja þig lengi? Já, ég skrifaði mitt fyrsta ljóð þegar ég var 13 ára til afa. Já. En ég gerði í rauninni ekkert mjög mikið í kjölfarið fyrir núna bara nýlega og þetta hjálpar mjög mikið þegar mér líður illa eða bara hef einhver svona vangaveltur eða erfiðar hugsanir, þá reyni ég alltaf að skrifa það niður og stundum kemur textabrot og stundum kemur ljóð. Verður þetta til hjá þér svona bara hér og þar? Já. Ég er eiginlega alltaf með litla svona dagbók á mér í veskinu ef að koma einhverja hugmyndir eða eitthvað. Ertu að skrifa dagbók bara þitt líf? Já. Hjálpa það þig líka? Já, það hjálpa mjög mikið. Júní 2018. Hún læðist upp á mér og hvíslar í eyrun mín, grátbiður vistarleyfi. Henni líður illa þegar ég hunsa hana. Mig langar helst að eyða henni á meðan hún er veikburða og veit ekki hvert hún á að snúa sér. Hún biður hjálp. Það er erfitt að hlusta á hana gráta en vilja ekki hjálpa. Desember 2019. Ég borða mat. Það er gott, ekkert af því. Ég brosi án ástæðu, það er í lagi líka. Ég elska mig af engri ástæðu, það er líka í lagi. Ég borða því ég elska mig af engri ástæðu.